Yfirborðsflatarmál píramída er flatarmálið sem þarf til þess að þekja hann alveg. Við þurfum að átta okkur á því hvort þetta er píramídi sem er með ferhyrningað grunnfleti eins og píramídar eru alla jafna, eða hvort að grunnflöturinn er þríhyrningur. Píramídar geta verið með þríhyrningslaga grunnflöt. Og það sem við þurfum að vita er hliðarlengdin. Oftast er nú grunnflöturinn, ef hann er ferhyrningur þá er hann ferningur, jafn á alla hliða. Svo þurfum við að vita þessa lengd hér, sem er hæðin í þríhyrningunum sem mynda hliðarnar á þessu tilfelli hún 4. Nú þarf ég bara að taka hvern flöt fyrir sig og ég ætla að byrja á botnfletinum. Ef hann er, þetta er venjulegur píramídi sem er bara á jörðinni og við höfum að athuga hvað við þurfum, ef við ætlum að mála hann, hvað við þurfum mikið, þá sleppum við grunnfletinu því við málum ekki eitthvað sem er ofan í jörðinni. En ef þetta er píramídi sem er til dæmis bara súkkulaðimóli, þá þurfum við flötinn sem er undir. Og það er ferningur, þannig að það er bara lengd sinnum breidd, 6 sinnum 6, sem gefur okkur 36 metra í öðru. Svo þurfum við að finna hvern þríhyrning fyrir sig. En eru þeir ekki allir eins? Jú, og þeir eru 1, 2, 3, 4. Þannig að við þurfum að finna bara 1 sem er 6 sinnum 4 deilt með 2 sinnum 4 af því að þeir eru 4. Út úr þessu fáum við 48. Og ef að þetta er píramídi sem er ofan í jörðinni, þannig að við höfum ekki að finna botninn, þá er þetta svarið. Ef við höfum að finna botninn með, þá leggjum við þetta saman og fáum út 84 fermetra.